Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, Sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Já, eins og ég kom inn á áðan þá sigraði Chelsea West Ham 2-1. Sigurmarkið kom á 89. mínútu og þannig fyrstu umferð í ensku úrvalsdeildinni lokið. En nú það í bili, við ætlum núna að fara yfir í frjálsar íþróttir og ég komið með viðmælanda úr því að það Ólafur Guðmundsson, þjálfari meistaraflokks HSK og einnig frást að kempa og ennþá að keppa. Góðu blessa á sæll eða ekki? Já, blessa á sæll. Herðu, þú lést hafa að því að taka bikarkeppni, allan að keppa í einni grein? Já, maður svona lætur sig hafa það vantar, svona að dekka það sem maður vantar. Þetta var bara gaman. Já. En bikarkeppnin hún var haldin núna á Laugardalsvelli og þetta var núna haldið bara sem þetta á einu degi, eða ekki? Jú, það var sem sagt aðeins breytt fyrirkomulag svona til þess að reyna að gefa fleiri liðum kost á að koma með lið, því að eins og fyrirkomulag hefur verið þá sem fjallum niður í fyrra, því að það voru svo bara 2 lið sem skráðu sér til leiks, en þetta var semst leiðin til svona áfast okkur upp til þess að poppa þetta upp og gefa fleiri færum á að taka þátt, og þá voru alveg 9 lið sem tóku þátt núna. Og ef maður svona fer heilt yfir að þá urðu F-áingar bikarmeistarar og stöðuðu þarna þá 6 ára sigurgöngu í Íringa eða ekki? Jú, þeir stoppuðu Íringarna náttúrulega unnu 6 í þetta skipti þegar þetta var 2 daga mót, en þetta var hörku keppni á þeim liðum. Þau voru hann í fyrstu og öðru sæti, F og IR. Þannig að það var bara skemmtileg keppni. F og IR, þau er það ekki svona stærstu félögin innan frjálsíþrótta, eða svona allana með svona stærstu meistaraflokkana, eða ekki svona heilt yfir? Jú, það hefur svona verið það gennum tíðin og þau eru með svona breiðasta hópinn, sko, þannig að það eiga mjög auðvitað með að stilla upp í svona keppni. Og en það var bara gaman að sjá hvað mörg lið tóku þátt núna og sjálfsögðu gaman fyrir okkur í HSK að vera með aftur. Já. Og þið mættu þarna með ungt og efnilegt lið og þið tóku bronsið? Já, það var bara mjög gaman að því. Við komum eins og við segjum með ungt lið og svona reynslubolta inn á milli og kvennaliðið okkar var bara sterkt núna, en karlaliðið er svona yngra, þannig að það vantar svona aðeins inn í þar, en þetta alltaf að koma. Þannig að við tókum bronsið bæði hjá konunum og svo í heildina, þannig að það var bara frábært. Það er svolítið gaman að þessari stigakeppni alltaf, og maður horfir á stöðuna þá lenti HSK í 3. sæti með 91 stig, en liðið í 4. sæti UFA og UMSE þau eru með 90 stig, þannig að þarna munar bara 1 stigi. Já, þetta gerir þessar keppni skemmtilegar. Það er ofta ekki mikill munur, en þetta var ólega lítill munur, eins og í bæði bara horfir á kvennakeppnina og svo bara á karlakeppnina. Karlaliðið var í 8. sæti af 9, en bara 1 stig og eftir 7. og einhverjum örfáum stigum eftir 7. og 7. og 5. Þannig að þetta var svona gaman að skoða þetta og þá getur maður séð hvað hægt er að bæta og laga fyrir næstu keppni. En svona það hjá HSK, þá þið eru það ekki bara yfir allt sumarið og æfi líka yfir vetratíman orðið? Já, við æfum mjög góða aðstæði hérna í okkur yfir sumartíman, en svona vetrar aðstæðan er ekki náttúrulega eins og hjá Reykjavíkurfélögunum, þannig með varandi innanhúshallinnar, en við erum með góða aðstöðu á sumrin, og þannig að þetta er bara það er svona aukning í þessu hjá okkur hérna í meistarahópunum, náttúrulega mjög gott starf í yngri flokkunum, og
sem sýnir því hvað HSK Selfoss hefur unnið þessi yngri mót með miklu yfirbörðum og þannig að það er ofsalegur efni við hérna. Þannig að það er bara að hlúa því og virkja fólki til þess að halda áfram og hlúa því þannig. Já. Þið byrjuðu með núna í vetur eða sem sagt núna á vorönninni í Fjölbrautaskólanum, þá byrjuðu með ákveði verkefni sem heitir svona frjálsíþrótta akademíu. Er það ekki svolítið einstakt hérna á Íslandi? Jú, við byrjuðum með það haustinn 2015 og voru 20 krakkar í akademíunni hjá okkur og þetta er einstakt á landinu sko og það eru nokkrar akademíur í FSU eða við FSU sem hafa skilað mörgum efnilegum áfram í sínum greinum og hjálpað þeim í sínum greinum og þetta gerist hjá okkur líka þannig að það voru nokkrir einstaklingar sem græddu mjög mikið á því að geta eftir 4 sinnum á skólatíma og svo að fara að auki á kvöldin 5 sinnum í viku þannig að þetta voru 9 æfingar hjá þeim sem æfðu best og mest og þeir eru líka uppskera í sumar. En nú er þetta orðið þannig í frjálsónum, ég veit ekki hvort þetta var þannig þegar þú varst að keppa alveg á fullu, var svona mikið af mótum í boði, nú virðast svona frjálsta iðkendur landsins, þeir virðast vera bara að keppa hverja einustu helgi yfir sumartíma. Já, ég skil ekki. Það var nú kannski ekki alveg svona mikið í boði en samt, það var alveg slatti sko. Þannig að eins og maður segir, þá kefti maður svolítið, leggur maður svolítið mikið upp í hjá þeim sem eru að stefna á keppni, að keppa nógu mikið af því að það er besta æfingin þannig að oft á tíðum þannig að jú, það er aðeins meira núna í boði enda svona betri aðstaða og betri vellir og innanhúsaðstaða og svoleiðis þannig að það er hægt að hafa fleiri mót oftar og svo framvegis. Frjálsta akademían, hún er það ekki að fara svo að stað núna þegar Fjölbrautaskólinn byrjar? Jú, hún er að fara að stað núna bara, hann byrjar á 5. daginn 9. dagur á miðvikudag og hann byrjar á 5. dag og það eru 20 nemendur í akademíunni aftur núna í haust þannig að það er bara mjög jákvætt. Já. Og það er svona er þetta þá svona einstaklingstjálfur fyrir hvern og einn eða eru allir að gera það sama? Þetta er svona það er svona við gerum kennsluáætlun og æfingaáætlun svona gróft plan og síðan aðlögum við það svolítið að hverjum og einum þeir sem til dæmis æfa líka hjá deildinni þeir ef þeir lifta þennan morgunin í akademíunni og þá gera það ekki sama kvöldið eða lifta ekki einhvern deildin kvöldið þá gera þær annað prógram þannig að það þarf aðeins að hugsa af einstaklings stilla þetta svolítið saman fyrir hvern einstakling en jú, vissulega gera það saman svona inn á milli svolítið. En þá aðeins svona stuttlega að Ólympíuleikunum við Íslendingar eigum náttúrulega þarna frjálsta fólk og Guðni Valur, hann reið svolítið á vaði núna að hann lenti í 21. sæti í kringlukasti kannski almennu hlustandinn átta sig kannski ekki á þetta er rosalega góður árangur eða ekki með fyrstu Ólympíuleika? Jú, þetta er eins og segir, ég held að almenningur átti sig ekki á því að hann stóð sér mjög vel en kemur hann inn bara svona óvænt og hann kasta 60-44 minnum mig og það er nú bara lengsta kast á Íslendings Ólympíuleikum. Ég held að með fullri virðingu fyrir honum Jetta og Magnúsi Aroni Selfyssingum þá held ég að þetta sé lengra en þeir kostuðu á Ólympíuleikum og 21. sæti af 40 keppendum þetta er bara virkilega gott hjá honum og það var fyrsta markmið hjá honum að kasta við 60 og það er líka gaman að honum hann er svona hress og er ekkert að mikla þetta fyrir sig þannig að hann á bara eftir að koma sterkari næst, ekki spurning. Og svo eru við náttúrulega með Anítu og Ásdísi, það eru náttúrulega möguleika þeirra, þær eru hansi góðar? Já, það eru mjög góðar og það verður rosalega gaman að fylgjast með þeim og mér hlakkar til að sjá Anítu hlaupa og hún hleypur nú minnum mig á miðvikudaginn frekar en á 5. dag og svo aftur daginn eftir ef hún fer í undanúrslit og
svo einn dagur í pásu og svo úrslitahlaupi og hún Ásdís kastar núna fljótlega, ég man ekki alveg nákvæmlega daginn og það verður bara gaman, ég bara, maður þakka til að sjá hvort það bara skellir sér ekki úrslitin báða tvær. Já, árangur hjá Íslendingunum hingað til á þessu móti náttúrulega búið að vera lygilegur allan eins og hjá sundfólkinu Eygló og Hrafnhildi. Já, þetta er búið að vera, þetta er bara búið eins og maður segir, þetta er búið að vera unun á að horfa. Ég er búin að fylgjast mjög mikið með þessu og það er bara náttúrulega frábært að sjá sundfólki hvað er orðið framalega núna og mikið þróun í gangi þar og svo líka í frjálsum og ef ég horfi svolítið í frjálsíðarkeppnina það sem stendur mér nú næst að þá er þetta búið að vera fara rosalega vel að stað og það eru komið 3 heimsmet í 10 km kvenna og í 400 metra hlaupi karla í gær sem hann hljópa 8. braut og sá engan þetta leiðina og svo í dag í sleggjikasti kvenna. Þannig að þetta er bara óskastart og náttúrulega Sigurbjörn Árni engum líkur í lýsingunum og það kemur honum alltaf sífellt meira óvart. Hann hélt að það kæmi ekki í heimsmetum í 400 kannski. Já. Þannig að þetta er bara veisla. Það er nú heldur betur búið að veisla að fylgjast með þessu og leiðist manni þegar Sigurbjörn Árni er að lýsa þessu. Nei, Sigurbjörn getur gert 10 km hlaup mjög spennandi en það voru bæði 10 km hlaupin mjög spennandi á að horfa og hann er nú búin að grínast með það sjálfur og hann var svo spenntur í 10 km hlaupi karla að hann stóð upp það sem hann var að lýsa og þá fekk hann plastflösku í hausinn frá næsta lýsanda og þá var hann að setjast niður þannig að hann er engu líkur og frábær í þessu náttúrulega lókin áður í sleppið þá var náttúrulega hörkumót haldið helgina hérna á Íslandi í Kaplakrika, þá var náttúrulega Norðurlandameistaramótið ekki? Jú, það var Norðurlandameistaramót 19 ára yngri og við vorum nú hana með starfsmannateymi hana HSK og ég fylgdi svolítið með þannig gegnum það en Styrmir var að keppa, Styrmir Dan frá Þór Þorlákshöfn eini keppandi frá HSK en hann stóð sér bara ágætlega stökk 1.90 og var bara hálsbyrð þá að fara næstu hæð þannig að hann stóð sér bara vel strákurinn. Kannski almenn hlustandinn og Íslendingar bara yfir höfuð þeir stóðu sér vel og settu hann Íslandsmet og svona heimslegt. Það er náttúrulega kannski hlustandinn áttar sig ekki endilega hver Styrmindan er þetta er það ekki, hann er að hoppa svolítið vel yfir sína venjulega hæð? Já, hann er sem fættur 1999 fyrir ekki hann er 17 ári og er búin að stökkva 2 metra hæst og gerði það í vetur og er búin að vera, og hann er ekki með 1,76 að hæð þannig að hann er stökkvað vel yfir sína ein hæð og er svona fremstur, einn af þeim fremri í hástökkinu á Íslandi, bara í fullorðinsflokki líka þannig að hann á eftir að gera góða hluti. En framundan hjá ykkur eru fleiri mót svona framundan hjá ykkur hjá HSK? Já, það er eftir hálfan mánuð unglingameistaramót Íslands 15 til 22 ára í Kaplakrika í Hafnarfirði mitt á sama stað á Norðurlandamótið var þannig að þangað stefnum við með góðan hóp og vonumst til að gera góða hluti. Og það hefst eftir 2 vikur, eða ekki? Jú, 27. og 8. ágúst og laugardagssunnudag. Ólafur Guðmundsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur sem allra best. Já, bara takk kærlega fyrir mig. Takk sem leis. Já, þetta er. Já, þetta og meira til líka inn á fri.is en eins og við komum inn á með Norðurlandameistaramóti þá náttúrulega var hún Andrea Kolbeinsdóttir sem ég sagði fyrir þættunum, hún var Norðurlandameistari í 3000 metra hindrunarhlaupi kvenna en hún sigraði á tímanum 11:16:52 en hún var fyrir miðju hópsins þar til 4 hringi voru eftir og þá tók hún forustun og hélt henni til enda hlaups en svona ef ég fer stiklaði helsta svona yfir fyrri deginum allana þá var það þannig að besti árangur Íslands þann daginn var í 400 metra boðhlaupi en þar settu báðar landsveitir Íslands aldursflokkamett og það var nú þannig að mótið fór allan vel fram helgina og litu marga persónulega bætingar dagsins ljós og besti árangur Íslands var í 400 metra boðhlaupi en þar settu báðar landsveitir Íslands aldursflokkamett. Stúknarsveit Íslands hljópa á 47,04 sekúndum og auk þess að sitja met í flokki 16-17 ára urðu stúlkunir í öðru sæti.
en sveitina skipuðu þær Tinna Ósk Viðvorð, Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir, Helga Margrét Haraldsdóttir og Þórdís Eva Steinsdóttir og næsilegur árangur það hjá stúlkum, en fyrra metið var 47,8 sekundur síðan árið 1982 en næst besta tíman átti sveit IBR síðan á úlingalansmóti núna í júlí, en þá skipuðu Guðbjörg, Tíana, Helga Margrét og Dagbjört Lilja Magnúsdóttir. En í piltaflokki féll met í flokki 18-19 ára þar sem piltanir hlupu á 42,27 sekundum en eldrametið var 42,54 sekundur, en sveitina skipuðu þeir Gunnar Eyjólfsson, Tristan Freyr Jónsson, Kormákur Ari Hafliðason og Gylfi Ingvar Gylfason, en eldrametið var síðan árið 2014 en þeir Kormákur Ari Hafliðason og Guðni Ingvar Gylfason þá sveit skipuðu þeir Kolbeinn Huður Gunnarsson, Kristinn Blær Jónsson, bróðir Tristans og Jóhann Björn Sigurbjörnsson og Sindri Hrafn Guðmundsson. En nokkur úr íslenska liðinu bættu sinn besta árangur þann daginn, það var hún Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir í 400 metra grindarhlaupi á tímunum 62,28 sekundum, Rún Árnadóttir í sleggjukasti á 46,53 metrum og Tíana Ósk Viðvorð í 100 metra hlaupi á 12,42 sekundur, en Guðbjörg átti best 69,90 sekundur og Rún best 42,19 og Tíana best 12,62 sekundur. Þannig að þetta fín bæting hjá þeim öllum. En öll úrslit má finna inn á fri.is af þessu Norðurlandamóti. Svo eins og við komum inn á frá Ólympíuleikunum þá var hann náttúrulega Guðni Valur, hann lauk keppni í 21. sæti í kringlukasti á Ólympíuleikunum í Ríó, en hann endaði 14. í sinni kastgrúpu, en 60,45 metrar er 5. besti árangur Guðna frá upphafi og hann endaði í 21. sæti að 34 keppendum, frábær árangur þarna á ferð. Nú það bili, við ætlum að fara næst í ensku knattspyrnuna, svo ætlum við að fara í rallycrossið og svo einni í körfuknattleik. Farið ekki langt, sportátturinn með ykkur til klukkan 10:30 í kvöld. Allt sem tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Pasta Panini.